Íslandsmótið í golfi stendur nú yfir á Jaðarsvelli á Akureyri en mótinu lýkur á sunnudaginn. Keppendur eru á öllum aldri. Í karlaflokki er elsti keppandinn 63 ára og sá yngsti er 14 ára, þannig að meðalaldurinn er 25 ár. Í kvennaflokki er elsti keppandinn 51 árs og sá yngsti 14 ára, þannig að meðalaldurinn þar er 22 ár. Framkvæmdastjóri Golfklúbbs Akureyrar hafði mörg horn að líta þegar okkur á N4 bar að garði í dag. Ágúst, hversu stórt mót er þetta? Já, þetta nú bara hreinlega held ég, þetta bara stærsta golfmótið sem haldið hér og við golfsambandsins. Þetta sjálft Íslandsmótið í golfi. Þetta svona mest, þó séu kannski ekki flestir þáttakendur, þá þetta svona stærsta golfmótið þú horfir á umfang og svona allt það sem kemur í kringum þetta. Eru allir helstu golfspilarar, eru þeir að keppa núna hérna? Já, við vorum það einstaklega heppin að það eru hreinlega bara allir okkar bestu og sterkustu kylfingar. Allir atvinnumennir okkar og þannig að þetta sennilega sterkasta golfmót sem hefur verið haldið hér í háa herrans tíð. Ég las í blöðunum að metin hérna, vallametin þegar hann var bara verið að falla. Já, við opnuðum náttúrulega með 2 nýjum hólum í fyrra, þannig að þá byrjuðu ný vallameta koma inn og okkar kylfingar hérna í GS slógu vallametin í meistaramóti og svo vorum við með svo kallar próam í gær og þá komuðu Ólafía Þórunn og Þórður Rafn og settu vallamett í sínum flokkum og spiluðu 300 pari en ég vona svo sannarlega að við sjáum kannski eitthvað aðeins meira núna þegar líður á helgina. Hvernig golfvöllurinn, hvernig eru aðstæðurnar? Já, aðstöðunar eru bara virkilega góðar. Við höfum lagt mikið upp úr því að hafa allt tipptopp hérna og við erum komið með núna fyrsta flokks aðstöðu í klúbbhúsinu, við erum með frábært æfingasvæði. Golfvöllurinn er bara virkilega flottur og hafa allir lagt sig fram við það að hafa þetta bara sem eins best og hægt við þær aðstöður sem við höfum hér og við erum bara virkilega ánað og tökum bara með bros og vör á móti öllum kylfingum á jaðri. Það hafa staðið yfir miklar framkvæmdir á jaðri á undanförnum árum. Já, heldur betur. Þetta búið að taka núna 10-12 ár frá því að þetta var byrjað. Fyrsta flötin tekin upp og síðan búið að taka upp allar 18 flatinnar, 2 nýjar brautir, byggja klappir, glæsilegt æfingahúsnað okkar, taka golfskálan í gegn inni. Þannig að þetta svona verða búið sem betur fer. Þannig að núna verður þetta bara þannig að það verður einblínt á svona bara snyrtumennsku og svona ditta að svona því sem hefur kannski verið skilið eftir. En þetta búið að vera langt og mikið og strangt tímabil sem við sjáum núna fyrir endan á. Þegar ég labbar hérna og fylgist með starfsmenn, þeir eru nánast allstaðar. Já, við í kringum þetta mót. Við erum, golfklúbburinn sjálfur með kringum 30-35 starfsmenn á sumarmánuðum. En í kringum þetta Íslandsmót erum við með þann starfsmannafjölda og svo kemur starfshópur frá GSI og svo erum við með einhvers staðar í kringum 40-50 sjálfboðaliða úr golfklúbbnum. Þannig að og það bara það sem þarf til að þetta gangi vel og við getum ekki tekið svona vel á móti fólki að hafa svona flottan hóp sjálfboðaliða sem gerir okkur þetta aðeins auðveldara. Þið eruð að senda frá okkur miklar upplýsingar, það nánast hægt að fylgjast með mótinu þótt maður sé staddur í Singapúr? Já, bara hvar sem er. Singapúr, Ástralía, Grænland, bara hvar sem er. Við fórum í það að við settum internet eða wifi út á golfvöllinn og þar var það Iceland Air Group sem hjálpaði okkur og gerði okkur kleift að bjóða upp á háhraðatengingu á stærsta hluta golfvallarins. Því að við viljum hvetja fólk áhorfendur til þess að koma hingað og horfa á skemmtilegt golf og það sýnt í beinni útsendingu á RÚV á laugardagssunnudaginn. Þá getur verið með spjaldtölvuna þína, símaðinn og þar getur hort á útsendinguna. Þú getur líka fengið svo kallar live score ef ég má sletta. Þar sem þú fylgist með 3 hólu fresti hjá kylfingum. Getur svo skoðað hverja hólu fyrir sig. Þetta getur bara allt gert í símanum. Og við viljum í staðinn fyrir að þú sitir í sófanum heima og horfir á golfið og þá kemur hingað og horfir á það og ert líka með allar upplýsingar beint í æð. En framkvæmdastjóri GA, hann hefur engan tíma til að vera að spila? Jú, stundum.
mér finnst mjög gaman í golfi. Ekki þessa dagana allavega? Ekki þessa dagana. Ég reyndi að spilaði með í gær en núna er þetta langi dagar bara hjá mér og sem og öllum og þannig að við spilum lítið golf en það koma bara aðri dagar. Þetta er skrifstofuvinna töluverð? Já, og þetta er mikið utanumhald og eins og sé með alla þessa sjálfboðaliða, alla þessa keppendur og það er svona, við erum með veitingatjöld út á golfvelli og við þurfum það er að ýmsu að hugsa þegar þetta er, þannig að ég sitt hérna inni eða stend hérna inni og svona reyna að passa upp á allt gangi vel. Og það gera það? Já, allavega enn sem komið er. Andrea, þú ert í mótastjórni GSI, það væntanlega mæðir mikið á mótastjórninni? Já, það er náttúrulega gífurlega mikið að gera í kringu svona stórt mót eins og Íslandsmótið er. Undirbúningurinn hefur farið fram bara núna undanfarnar vikur og mánuði, sérstaklega hjá heimamönnum auðvitað. En það er margt sem þarf að huga að. Það þarf alltaf að smella akkurat klukkan 7:30 þegar mótið fer af stað. Það eru hlutir svona eins og bara öll upplýsingagjöf, bæði til keppenda, áhorfenda, fjölmiðla og allra í rauninni sem koma á mótinu. En er hlutverk dómara síðan? Hlutverk dómara er þetta mikið og sérstaklega þegar kemur að því að kannski veðrið er ekki sól og logn eins og það núna. En auðvitað náttúrulega þekkja keppendur alla reglur og annað en oft koma upp atvik sem að þarf að leita til dómara og þá eru þeir hérna. En þið svona í mótstjórnin þið bara vonið að sem fæst mál komi inn til ykkar í raun og veru? Já, auðvitað, en við bara tökum á öllum málum sem koma og gerum það bara eins vel og við getum. Hingað til hefur þetta gengið bara mjög vel og mér sýnist bara sem að við þarf keppanda sé bara gott og allir er komnir hingað til þess að hafa gaman og njóta bæði dvalarinnar hérna og golfsins. Þannig ég hef ekkert miklar áhyggjur af þessu. Hvað með almenning, ef við tökum bara helgina, er það þessi virði að koma hérna upp yfir og fylgjast með? Já, bara algjörlega. Það er náttúrulega frábært umhverfi. Völlurinn er bara alveg virkilega flottur, mikill völlur, mikill gróður, mjög flott og gaman að vera hérna bara líka innan allt fólkið. Þannig að ég mæli þetta alveg eindreið með því að koma og líka bara fyrir fólk sem er kannski ekki vant í bara að koma þessu upp yfir og kíkja og skoða. Hvers vegna er golfið svona vinsælt á Íslandi? Ég meina það er útiveran, það er félagskapurinn, það er náttúrulega bara golfkeppni líka. Þú getur bæði farið í keppni, þú getur líka leikið þér í golfi. Þetta býður bara upp á svo margt. Og aldurinn skiptir í raun og veru ekki máli? Nei, þú getur byrjað á hvaða tíma sem er, hvort sem þú ert pínlítill eða eldgamall. Þú getur laga leikinn að því sem hentar þér. Þannig að þú getur búið til svona það sem að veitir þér mesta gleði í kringum þetta. Þannig að það er kannski þess vegna. Þetta er ekki bara svart og hvítt.